sjá þetta? Já. Ok, flott. Já, góðan daginn. Sigríður heiti ég og ég að vinna henni í teymi loftslags og loftgæða hjá Umhverfisstofnun og ég semst í þeim hluta teymisins sem gerir losunarbókhald Íslands. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá losunarbókhaldi yfir gróðurhúsalofttegundir á Íslandi sem við gerum árlega. Sjá. Það dutta út. Þetta er út. Já. Sjá, það ætla ég bara að þetta. Nú er það Þetta núna. Ok. Já. Herru, þetta er sérst losunarbókhald Íslands eða National Inventory Report sem við skilum á hverju ári til bæði ESB og UNFCCC sem heitir á íslensku loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna. Og í þessari skýrslu þá tökum við saman alla losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi og losunin er flokkað í þessa mismunandi flokka. Og þetta er bara, við þurfum bara að fylgja alþjóðlegum leiðbeiningum hvernig við að flokka þetta og reikna þetta. Og þetta er þessir 5 yfirflokkar. Það er orka og svo er iðnaður og efnanotkun, landbúnaður, úrgangur og landnotkun, breytt landnotkun og skógrækt. Og undir þessum flokkum eru svo 100 annarra flokka til að greina losunina svona ítarlegra. En þetta er allt bara samkvæmt alþjóðlegum leiðbeiningum. Við munum skila núna loka gagnum fyrir losun 1990 til 2019, 15. apríl. Þannig að tölurnar sem ég með í þessari kynningu eru enn bráðabirgðatölur, gætu tekið einhverjum smávægilegum breytingum, en það var aldrei stórt. Svo ætla ég bara að tala losun gróðurhúsalofttegunda og þetta er náttúrulega allt í kringum okkur í samfélaginu og maður oft held ég áttar sig ekki á því hvað þetta er út allt og ég fattaði það kannski ekki sjálf fyrir en ég fór að vinna í þessu, þá fyrir maður að sé á þetta allstaðar. Og eins og ég segi, í losunarbókhaldinu þá er þetta flokkað í mismunandi flokka eftir svona eðli losunarinnar. Og fyrsti flokkurinn er hann orka og þar inni er öll losun frá öllum eldsneytisbruna og allri orkuframleiðslu eins og jarðvarmavirkjunum sem við erum með hérna. Svo erum við iðnaður og efnanotkun og þar inni er til dæmis álver, kísilver og líka kælimiðlar eða F-gus eins og við tölum oft þau. Svo erum við með landbúnað. Það er náttúrulega bara öll losun frá bæði dýrum og ræktunarlandi. Svo erum við með úrgang og það eru náttúrulega urðunin sem við þekkjum mjög vel en líka losun frá skolpi til dæmis. Og svo þessi landnotkun og skógrækt og þetta er þessi hluti losunarbókhaldsins er ekki í höndum Umhverfisstofnunar að reikna út. Það er landgræðslan og skógræktin og sérfræðingar þar sem sjá að reikna út þessa losun en svo setjum við þetta inn í losunarbókhaldið og skilum þessu inn sem einni heild. Svo ætla ég að skoða bara hvernig losunin 2019 skiptist. Þetta er án landnotkunar og skógræktar og án alþjóðaflugs og alþjóðasiglinga. Og 2019 þá var stærsti hlutinn iðnaður og efnanotkun. Eins og ég segi, þar er inni álver og kísilver. En meiri hlutin af þeirri losun fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir sem ég ætla aðeins að útskýra betur á eftir. Næststærsti hlutin er orka, 39%, svo er það landbúnaður 13% og úrgangurinn 6%. Og ef við skoðum svo og einn hluta þarna sérstaklega og hvernig það skiptist í svona grófa undirflokka, að þá sést þarna hvernig appelsínugulhlutin skiptist og það 89% af appelsínugulhlutanum er málmiðnaður sem er þá álver og kísilver. Svo er 10% af þessu eru kælimiðlar eða þessi F-gus og þetta eru efni sem má finna til dæmis í loftkældum bifreiðum, frystitogurum og líka svona stórum kælum í mörgum verslunum og þetta eru svona gastegundir sem hafa mjög slæm áhrif á loftslagið og eru mun verri gróðurhúsalofttegundir heldur en til dæmis CO2. Svo nánast öll
losunin sem fellur undir málmiðnaður fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Næstæstu hlutin er þá þessi orka. Þarna má sjá upp í hægra horninu þá hvernig þessi bláa hluti svo skiptist. Og 51% af þessum bláa hluta eru vegasamgöngur. Og 28% eru svo fiskiskip. Svo þarna jarðvarmavirkjanir og svo ýmislegt annað minni flokkar. En losun frá fiskiskipum hefur dregist svolítið saman undanfarin ár, en losun frá vegasamgöngum hefur á móti aukist. Þannig að heildarlosun frá orkusektornum í heild sinni hefur ekkert mikið breyst. Svo þegar þess að kíkja hérna á landbúnaðarhlutann. Árið 2019 þá skiptist svona að 48% af losun frá landbúnaði var frá iðragerjun, sem þess að meltingarfæri jórturdýra. Þannig að mest af þessari losun frá nautgripum og sauðfé. Svo erum við með nytjajarðvegur, það til dæmis eins og áburður sem settur á ræktunarland. Það losun gróðurhúsalofttegunda frá honum. Og svo sést líka meðhöndlun húsdýra áburðar. Síðasti flokkurinn á kökunni upp í horninu og það úrgangurinn. Og það náttúrulega stærsti hlutin urðun og það sem urðun losar mikið metan sem einnig sterkari gróðurhúsalofttegund heldur en CO2. En svo samt alveg 21% frá meðhöndlun skolps og það rauninni bara þegar það sem fer í fráveitukerfinu okkar brotnar niður að þá losar það gróðurhúsalofttegundir. Svo ég með smá mynd bara þessa landnotkun og skógrækt, bara aðeins til að sýna þetta svolítið öðruvísi mynd af því þarna erum við náttúrulega annars vegar með losun og hins vegar með bindingu. En þannig getum við séð hvað það sem vinstra megin í skógrækt, þetta bindingin og svo það sem hægra megin losunin og það mest losun frá graslendi sem mest út af framræstum mýrum. Þú ert búin að þurrka upp landið, þá breytist það í graslendi og þá losunin talsvert mikil. Svo ætlum ég bara að koma aftur hingað því að nú ég svolítið búin að segja frá hvernig svona heildarmyndin og tilgangur losunarbókhaldsins náttúrulega að gera grein fyrir bara allri losun á Íslandi og það gert með því að sundurlegja þessa yfirflokka. En svo líka þetta horfið á þetta frá skuldbindingunum af því að þá í rauninni skiptist losunin öðruvísi. Þá getum við tekið þessu sömu flokka í rauninni og við byrjum með og skuldbindingarnar skiptast eiginlega í þrennt. Það appelsínuguli hringurinn sem fellur undir viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir, oft kallað ETS. Og mér finnst oft þægilegast að hugsa þetta ETS-kerfi sem bara sé ríki innan ESB sem inniheldur alla þessar stóru losendur. Og þetta ímyndaða ríki í rauninni með sérmarkmið samdrátt í losun sem með þess að talsvert meiri heldur flest önnur ríki innan ESB þurfa að draga úr losun. Þannig að það alveg mjög stíf krafa innan þessa kerfis samdrátt í losun. Svo það græni hringurinn sem landnotkun og skógrækt og þessi hluti fellur utan skuldbindinga á öðru tímabili Kyoto-bókunar sem í rauninni ennþá í gangi. Við erum ekki byrjað að gera upp Parístímabilið. Þannig að þessi hluti kemur meira inn í skuldbindingarnar á Parístímabilinu en eins og þá þetta fyrir utan skuldbindingar nema það hægt að telja bindinguna í skógrækt á móti í rauninni losun í svo fjólubláa hringnum. Og fjólubláa hringurinn nokkuð veginn allt annað sem fellur ekki í viðskiptakerfi eða landnotkun. Og þar rosa mikið sem bara svona tengist okkar daglega lífi. Og við sem einstaklega getum haft hellingsáhrif á. Og eins og sjáum að það einmitt vegasamgöngunar, það úrgangurinn, það landbúnaður, það fiskiskip, það bara heilmargt þarna inni. Og þetta sá hluti í rauninni sem að við köllum oft beina ábyrgð íslenska stjórnvalda að því þarna okkar skuldbindingar þegar við erum að segja að eins og nú
Íslenska ríkið búið að semja að þeim ber skylda til að draga úr losun 29% fyrir 2030, þá það í rauninni innan þessa fjólubláa rings. Svo ætla ég aðeins að sýna ykkur hvernig þetta svona í sögulegu samhengi. Og inn á þessari mynd eru allir ringinir. Eins og sjá upp í hægra horninu, þannig inn iðnaðurinn sem fyrir ETS, þannig skuldbindingar Íslands og landnotkun. Og eins og sjá þarna þá meirihluti losunar frá þessum flokki landnotkun og skógrækt sem fellur hins vegar utan skuldbindinga eins og Og þannig að en ef við tökum það út af þessari mynd, þá má sjá hvernig losunin hefur þróast frá 1990, ég segi án landnotkunar. Og það nú ekkert mikið breyst, þannig séð. Það sést þannig svolítið vel 2006, 7, 8 að þá stækkaði svolítið appelsínugulið, þá var svolítið aukið umfang í stóriðju. En annars hafa ekkert verið mikla breytingar og ef maður sér þá hefur henni losun frá Íslandi aukist talsvert frá 1990. En ef við tökum út fyrir þessa mynd þá líka það sem fellur undir viðskiptakerfi ESB og horfum bara á skuldbindingar Íslenska ríkisins, þá lítur myndin svona út. Og þarna byrjar þetta bara í 2005 að því að allar okkar skuldbindingar miðast við 2005 í þessu samhengi. Og þetta rauninni sá hluti losunar sem við höfum skuldbundið okkur til að draga úr. Og eins og sést þarna þá appelsínuguli hlutinn orðinn mjög lítill, en hins vegar orkuhlutinn mjög stór hluti af þessu. Og ef maður spáir þannig þá rauninni helmingurinn af bláa hlutanum bara vegasamgöngur á Íslandi. En svo má líka sjá þarna þá hefur landbúnaður og úrgangur talsverð áhrif og inn í appelsínugula hana núna þegar búið að taka út það sem fellur undir ETS að þá rauninni bara þessi kælimiðlar eftir sem ég myndist aðeins á áðan. Þannig má sjá að losunin náði hana hámarki 2007 og svo dróst hún saman náttúrulega út af hruninu, það sem að flestir náttúrulega drógu úr neyslu að einhverju leyti. En síðan svona 2012-13 hefur bara verið lítið að frétta og losunin hefur lítið breyst. Þetta svona smá pluss og mínus milli ára. Þarna smá samdráttur frá 2018 og 2019. Þannig að það hafi ekki verið neina stóra breytingar alveg frá síðustu 10 árin. En ef við skoðum þá hvert við þurfum að fara, þá þetta markmið okkar fyrir 2030. Þetta það sem við höfum skuldbundið okkur til að draga úr losun með ESB. Ísland hefur samt sett sér það markmið að reyna að ná 40% samdrætti í þeirri losun, en það sem við skuldbundið okkur gagnvart ESB 29% miðað við 2005. Og við vorum svona kannski eftir hrun, eins og 2012-13, þá vorum við svona kannski á góðri leið. Svo hefur bara því miður lítið gerst síðan þá og við þurfum svolítið að gefa í ef við ætlum að ná þessu markmiði. En eins og Eygerður kom áðan þá kom í fyrra út mjög flott aðgerðaáætlun í loftslagsmálum frá ráðuneytinu og sem vel fjármögnuð og mikið af aðgerðum sem eru algjörlega raunhæft að fylgja eftir. Þannig að vonandi náum við að standa við þessar skuldbindingar fyrir 2030. Meira var ég ekki með.